Öllu stundum á útvarpið, hvort það heima hjá okkur í bílnum eða hreinlega bara á internetinu. En við hittum hann Ingva Eysteinsson á F97 á dögunum og spjölluðum aðeins við hann og spurðum hann aðeins það hvernig það að vera útvarpsmaður. Ingvi er að hæfa sitt 8. ár í útvarpi og frá ýmsu að segja. Þeir sem hafa þekkt mig lengi hlæja kannski þegar ég heyra þetta, en það hefur svona alltaf verið hjá mig þannig að ég hef átt erfitt með að hætta að tala í gennum tíðina og síðan heyri ég af því að strákur sem ég kannast við sé að undirbúa með vinum sínum á stofnun útvarpsstöð og ég hef samband við hann og bara svona í forvitni minni bara ummynda allt saman, en þess að bara búum á litlu landi og mann langaði að forvinnast hvað var að gerast þarna hjá þessum ungu strákum. Og þá spyr hann mig bara, Ingvi, þú náttúrulega hefur ekki getað hægt að tala frá því ég kynntist þér. Má ekki bara bjóða þér að vera með okkur í þessu? Og mér þótti ofboðslega spennandi að taka þátt í því að prófa að vera í útvarpi og prófa svona starfsvettvang sem mér alltaf langt til að prófa. Svo var hann nú þannig að það átti ekki að hleypa mér í lofti fyrst. Ég veit ekki hvort að menn hefðu ekki trúað mér eða neitt þannig, sko. En svo bara var ekkert maður laugadagur og ég var upp á skrifstofu og það var enginn annar. Þannig ég fór bara í loftið og ég hef bara ekki farið á loftinu síðan. Ég held að ef ég hef ekki verið svona góður í að tróða mér í þetta, þá held ég að ég væri ennþá bara að biðja að fá að prófa, sko. Íslenskt, já takk, við erum búin að heyra það nokkur sinnum í gennum tíðina, Gabriel og OP og þetta náttúrulega Stjörnuhröpp og það allt saman á FM 957. Þetta smástund fer ég að gefa hennan meistarapakka, Bombay flöskuborð og Esju út að borða fyrir 2 laugakaffi og svo í laugaspa og náttúrulega gefa bara fyrir Jack & Jones. En hvað svo eiginlega það skemmtilegasta við starfið? Það eru ofboðslega margir hlutir, sko. Það náttúrulega dálítið skemmtilegt við þetta að maður dálítið svona inn í hringiðinu það sem að svona skemmtanalífið að gerast á Íslandi. Maður dettur á frumsýningar og bíómyndum og þess að það svona sem að maður hefði annars ekki séð. Ég ekki mikill bíókall og ég náttúrulega svona skemmtilegast ef ég ætti að segja svona og vera algjörlega hreinskilinn hvað skemmtilegast, þá það að kynnast nýju fólki. Það það sem að svona það sem að mér þykir mest vænt og eftir að búa að alla ævi. Það bara mitt stærsta áhugamál, að kynnast nýju og góðu fólki. Eitthvað sem að útvarpsmaður skammast sín fyrir að hlusta á? Hvað skammast Ingvi sín fyrir að hlusta á? Ég ekki viss hvort að minniskuppurinn á myndavélinn nái utanum þetta allt saman, en ég geti talið upp alveg mjög mikið. Ég kalla það svona dirty pleasure. Það svona lög sem að maður kannski geti opaslega mikið auglýsa að maður fíli vegna þess að einhvern veginn, þú veist, það þykir kannski ekki kallmannlegt að hlusta á það, en ég get viðurkennt það. Mér hefur fundist eiginlega mest allt sem að Justin Bieber hefur gefið út bara vera mjög gott stöf. Þó ég myndi aldrei viðurkenna það nema kannski bara núna, nú ég búinn að viðurkenna. Og svo bara ansi mikið af lögum sem að við spilum. Psy Gangnam Style lag svona sem að ég viðurkenna ekki opinberlega ég fíla, en ég viðurkenna alveg að þegar ég með bjór og í góðra vina hópið, þá finnst mér Psy og Gangnam Style bara mjög fínt lag, sko. En gaman að skuli spyrja þessu, vegna þess að sko áður en að ég hóf störf hér á FM 957 þá þótti mér nú ekki mikið til þessar útvarpsstöðvar koma. Ég var svona exin í þessu sjölhlustandi og Foo Fighters og Nirvana og Queens of the Stone Age og Metallica og allar þessar sveitir áttu hugminn allan, sko. Pearl Jam og þess aftar, sko. Ég bara hafði aldrei hlustað á FM áður en ég byrjaði þar. En ég sjá hvernig það auðvitað heila þómann. En á Ingvi ykkur vandræðileg moment úr útvarpinu? Jú, ég byrjaði 2005, þannig að ég nú bara að fara að sigla á 8. árið. Það ótrúlegt, ég trúi því ekki. En sko, nei, ég get nú ekki sagt eitthvað mikið vandræðileg moment, vegna þess að ég hef verið opaslega meðvitaður það. Ég sé að vinna við fjölmiðl og það ekki annað en að gleyma sleðanum uppi og fara að tala af sér einhverja vitleysu til þess að geta gert sér algjöru fífli. Þannig að ég hef alltaf verið opaslega meðvitaður það. En jú, ég get nefnt dæmið, þú veist, ég man eftir að hafa eitthvað verið í beinni, man nú ekki nákvæmlega hvað það var. Hvort það hefði verið sérst á útastöðinu sem að strákarnir stofnuðu, Flass eða hérna. Ég var einhvern mann í beinni og var svona stóð við mækinu og ætlaði að setjast niður en settist svo skakt á stólinn að stóllinn skaust frá mér og ég settist bara á gólfið í beinni útsendingu og menn hlógu. Það var svona vandræðilegast, en annars hef ég sloppið opaslega vel. 7, 9, 13. Hérna, hvar sérðu þú eftir 5 ár? Ég einhvern veginn svo klikkaður maður að ef ég ætti að segja hvar sé ég mig eftir 5 ár, þá sé ég mig fyrir mér í stjórnarráðinu við Lækjargötu, forsætisráðherra. Nei, ég veit ekki, ég sé mig allavega ekki við fjölmiðl eftir 5 ár, en það getur vel verið að það sé kolrangt hjá mér, sko. Það getur vel verið, en einhvern veginn.
Það einhvern veginn með okkur mannfólki að grasið alltaf grænna hinum megin og þegar maður í þessari stöðu og þá einhvern veginn hugsa maður skilur að maður væri til í að prófa eitthvað allt annað, fattarðu? Þannig að ég veit ekki, kannski verið búinn kennar eftir 5 ár, ég veit það ekki. Það bara kemur allt saman í ljós, bara blessaður Yngvi, framtíðar Yngvi. Og gerir Guði vel. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. En hvernig stendur eiginlega á því að menn endast í þessum bransa ár eftir ár og jafnvel áratugum saman? Þetta er stór spurning, það er erfitt að svara þessu. Það er náttúrulega bara, þetta er skemmtilegu bransi og kynnist mikið af skemmtilegu fólki og þetta er náttúrulega þægileg vinna og það er nú oft verið að gagnrýna alþingismennum að þeir séu þarna bara út af þægilegri innivinnu. Ég meina, ég held að það er nú bara við allt sviðið á Íslandi og þarna þegar menn eru góðir í því sem þeir eru að gera og meðan að það er eftirspurn eftir þeirra kröftum þá finnst mér allt í lagi að menn, það er enginn hérna í 20 ár í óþjók einhvers. Þannig að ég held að það sé svarið, þetta er bæði bara blanda á hæfileikum og þetta er alltaf spurningum frambúð eftirspurn. Lendar maður einhvern veginn í því að taka viðtal við mjög fræga menn? Hver er frægasti einstaklingur sem Yngvi hefur spjallað við? Það er rosalega góð spurning. Ég man það eiginlega í raun og veru ekki, ef ég á að segja það. Ég man eftir ég talaði við Didi Sammy, Cascada kom hérna, ég tók einu sinni viðtal við Silvíu Nótt sem var á stærri en Jesús á Íslandi. Mér minnir að ég og Sindri vinur minn höfum einhvern tímann tekið símaviðtal við Tiesto. Einhvern tímann, þá var hann staddur einhvers staðar í útlöndum. Mér finnst eiginlega bara skemmtilega að taka viðtal við bara Friðrik Dór þegar hann var að gefa út nýja lagið sitt heldur Tiesto. Þannig að þetta er allt í einhverju svona móðu hjá mér, sko. Ég þyrfti samt eiginlega bara að setjast niður og skrifa niður svona hverja ég hef rætt við ekki tíðina. En svona að myndum að dæma á Facebook, þá er það Sammy og þessir kaflar. Rándýrt lag, Gabriel MC Gauti og Björn Jörundur. Lag sem heitir Glemmer Ei á FM 957 á sem hrikalega góða sunnudegi. Mér langar að segja frá því að það eru hlustendur FM 957 sem að stjórna músíkina á stöðinni. Það er ekki allir sem eru með það alveg 100% á hreinu en það eina sem þú ert að gera er að fara á fm957.is, smetla þar á FM Plus og skráðig í FM Plus vegna þess að í hver einustu viku sendum við út kannanir til okkar hlustenda og þeir segja hversu vel þeir eru að fíla lögin og já, allt það saman. Hér er þetta smástund Philip Phillips lag sem heitir Home og svo ætlum við að demba okkur í Bruno Mars, þannig ekki vera langt. Magasín, virkamótna klukkan 7. En finnst þið gaman að tala fjármál? En nú ertu í þægilegri innivinnu eins og þú sagðir áðan, ertu með eitthvað svona verstu vinnustöðu þú unnið? Hvað svona versta starfstöðu þú unnið? Ég var eins og í pizzasendill og ég vann hjá Póstinum en svona eftir á hyggja þá voru þetta opbúslega fína vinnur. Pizzahöllin pizzasendill, þá bara læriði maður að rata og ég var að vinna með óbúslega skemmtilegu fólki og hjá Íslandspósti var ég líka að vinna með óbúslega skemmtilegu fólki og var eiginlega bara í megrun á launum, fattarðu, að labba út og bera póst en það er bara einhvern veginn þannig, maður eldist alltaf og horfir alltaf tilbaka og hugsa djöfull var ég mikill vitleysingur og ég var bara að viðurkenna það, ég var að kafna og leti þannig að þegar ég var að vinna þessi störf, þannig að þau voru ekki það slæm þannig að allir ég myndi ekki svara þeim, fattarðu að það sé svona verstu störfin sem ég hef verið í en alls ekki slæm störf. Er þú sáttur með starfið þitt í dag? Já, meðan að ég er að vinna við það sem ég hef ágætlega gaman af og svona, þá er ég bara þokkalega sáttur, sko. Ég er ungur og ég er samt svo heppinn að ég hef einhvern veginn næstu ég fengið að prófa allt sem ég langar til að prófa, þannig að ég hef ekki neina kvarta. Jú, ég væri til að vera lítið léttari. Velkomin í hópinn. Já, við ættum að stofna klúbb. Algjörlega. Ég er formaður.